Já, Magnús, segðu mér hérna út að fara Laugaveginn núna, ekki fyrsta skipti það? Nei, fjórða skipti ef ég klára það. Já, hvaða tíma áttu? Ég á best eitthvað 6:58 minnum mig. Já, hvernig, og hvað er staðan nú, hvað ætlar að gera núna? Nú reyni ég auðvitað að bæta það eitthvað, aðeins. Þú ert víkingur, Já. þið eru þetta nokkur úr víkingsóknum hérna, er það ekki? Jú, við erum hérna einhver 10-12 stykki úr Víking. Bara, já, þéttur og góður hópur. Allir klárir? Allir klárir. Já. Og við ætlum að gera okkur glaðan dag þegar við hittumst í Þórsmörk. Hvað viltu segja, sko, eins og þú segir, þetta er fjórða skiptið. Getur gefið einhver svona, hvað á maður að hafa í farteskinu svona þegar maður er að fara að Laugaveginn? Hvernig á maður að hugsa þetta? Þetta er svona erfitt kannski fyrir svona gamlinga eins og mig að vera að ráðleggja fólki en er það ekki bara að fara rólega af stað og ekki rústa sér í Hrafntinnuskeri og eiga svolítið inni þar og svo eiga líka inni fyrir kápunni í restina. Hún hefur ofta reynst mér svolítið erfið. Já. Gerir eitthvað sérstakt svona næringarlega? Ég er svo sem bara með gel og Snickers en svo reyni ég að grípa banana á leiðinni og minna að drekka vatn. Bara klassík? Já, beinfallt. Já. Þú ætlast að reyna að bæta tímann í dag og... Já, það er planið að reyna, já, ég er svo sem, það er alltaf, já, draumurinn að bæta sig eitthvað. Já. En aðalatriðið er bara að njóta og hafa gaman á og koma heill í mark, brosandi. Ekki að láta loka á. Takk fyrir þetta. Takk.